Við eigum okkur öll einhver áhugamál. En Kristinn P. Magnússon, vísindamaður við Náttúrufræðistofnun og prófessor við Háskólann á Akureyri hefur áhuga á söng. Velkomin Kristinn. Þakka þér fyrir, Ómar. En segðu mér, hvernig kom það til að þú fórst að syngja? Sennilega hefur að byrja bara með fyrsta barnsgrátunum þegar ég fæddist. Já, einmitt. Þá er sennilega komið ljós að ég var ekki tenor. Og þá hefur við vantilega alltaf haft áhuga á söng ef það hefur verið frá barns. Já, þannig lagað sko. En ég er ekki var enn aldrei neitt barnastjarna eins og sumir. Ég fór bara að syngja þegar ég fór í kór menntaskólans. Já. Svo hef ég sjálfsagt tekið undir í rútubílum, svo tíðkast var þá í barnaskólum. Var sungið mikið á þínu heimili samt? Ég get ekki sagt það, en það var mikill áhuga tónlist. En ég nú stundum þarna velti fyrir mér hvort ef maður hefði nú lært á eitthvað hljóðfæri eða byrjað fyrr, þá hefði maður kannski orðið professional söngvari. En ég fann mína leið í öðru, það er ekki að gráta. Á hvaða tónlist hefur áhuga á? Ég hef áhuga á allri tónlist. Ég hlustaði mikið á klassíska músík og jazz, pop og jafnvel rock, svona þjóðlega músík, tónlist. Þess vegna fyrir dálítið eftir hvaða skap ég er í. Ég nota jafnvel tónlist við vinnuna. Mér finnst það stundum halda mig við efnið. Kannski að því ég er pínlítið óvirkur, það er gott að dreifa hugunum. Ég veit, Kristinn, að þú varst í hljómsveit. Getur þú sagt okkur aðeins fyrir því? Já, ég get alveg sagt þér á því. Það var reyndar mjög gaman. Þetta eru Spaðar, hljómsveitin Spaðar. Það vildi svo til að eldri bræður vina mína í menntaskóla, þeir þarna voru orðnir þreyttar á því að hittast bara og drekka held ég. Þannig að þeir ákveða að byrja að spila hljóðfæri og semja lög. Og þessi Spaðarhljómsveit, hún er kannski meðalast þekkt fyrir það að þeir sömdu þarna af Litlum Neista sem vann einu sinni sönglakeppni sjónvarpsins. Ég held að það hafi verið ári áður en að það var keppt Eurovision framlagið. En já, ég söng með spöðum og í ykkur ár meðan ég var á Íslandi og svo var mjög gaman. Þetta er dálítið sérstök hljómsveit, ég veit að það eru margir sem þekkja ekki þetta. Meina 34 ára gömul hljómsveit held ég. Og það er bara skemmtileg tónlist sko. Það er gyðingatónlist og klezmer, balkantónlist, blues og jafnvel þjóðlega tónlist. Og sér íslenskt, allt sungið íslensku. Frábæri textar eftir Guðmund Andra og Aðalgeir og Guðmund, Ingólfsson já, þetta er mjög skemmtilegt. Þeir hafa gefið út margar geisladiska, þannig að fólk getur nálgast það. En þú ert í söngnum í dag. Já. Hvað er stefna sett á? Heimsfrægð? Nei, þetta er nú fyrir mér, sko ég er nú eiginlega of gamall til þess að fara í karriér, en mér finnst þetta óskaplega gaman og fyrir mér er þetta svona hálfgerð þerapía. Ég hef aldrei farið til sálfræðings eða í svona þerapíu, en þegar ég er komin úr söngtum hjá söngkennarinn mínum, Michael Clark, já, núna síðast Jóni Þorsteinsyni og ég vil náttúrulega nefna Daníel Þorsteinsson, þá líður mér óboðslega vel. Og ég held að söngur bókstaflega, þegar þú syngur, þá ertu að opna sálun eitthvað og þetta slakar á. En fyrir utan það sem ég er skemmtileg söngin að þarna fær maður tækifæri til þess að glíma við sko aríur sem maður hefði nú aldrei dreymt að geta sungið eða skilið ljóðasöng betur. Þetta er svona meitt markmið, ekki það að verða heimsfrægur sko. En að því við erum nú hér, myndirðu taka lagið? Nei, ekki núna, ég þarf undirleikara og En takk fyrir þetta, Kristinn. Já, takk.